Ok, það eins gott að ég muni að slökkva á þessu ljósi þegar ég fer út úr bílnum af því annars kem ég tilbaka að ramast þessum bíl. Það ekkert eðlilega random byrjun á vloggi hjá mér. Ég alveg oft svona spontant, þú veist, fæ bara allt í einu svona ég langar að vlogga og tekur myndið af hana. Mér hefði aldrei dótt í huga að ég myndi byrja vídeo núna. Ég sem sagt fyrir utan hjá vinkonu minni sem að bjóða okkur stelpunum í kvöldmat í tilefni afmælis hennar og tæknilega séð sko María að bjóða okkur og hún átti afmæli seinustu helgi en Birta, hún að mæta og hún átti afmæli í vikunni þannig þetta svona basically fyrir þær báðar, þú veist, Birta svolítið svona kom og stál hérna athyglinni að því við erum að fara að gefa, þú veist, hann pakka sinn líka núna. Þannig ég var bara að púla upp hjá henni og ég fekk bara allt í einu eitthvað svona, heyrðu, ég að spá ég að vlogga bara næstu daga og mér búið að líða mjög ekki illa, en mér búið mjög óglatt senstu klukktímana og Oliver var heima í dag með held ég ælupest, hann ældi fyrir leikskóla þannig að hann var heima, svo ældi hann aftur í hádeginu og svo hann búin að vera mjög hress í dag, en hann síðan sofnaði núna seinnipart, þannig þú veist hann alveg augljóslega slappur. Síðan okkur Brynjar báðum búin að líða bara senstu klukktíma eins og okkur sé óglatt, en við erum ekki búin að æla, þannig kannski erum við bara að ímynda okkur þetta, þú veist, smá svona, já, þannig ég hugsaði, ok, ég ætla bara að mæta og kannski gleymi ég bara, mér sé ólétt, ég er ekki óglatt, þú veist, kannski gleymi ég bara svona að mér líður svona og líður bara actually þá betur. Þú voru að labba fram hjá mér þannig illa stökkuljósið, en allavega, þetta er bara eitthvað kall, allavega, komið með mér í næstu dag. Ég nefndi því mér ekki að vera skvísuleg út af mér búið svo óglatt. Ég er í mjög víðum buxum og cozy peysu. Ertu að gera TikTok á þessu? Já. Ég er bara með grænmetisúpu. Er þetta sitt hvað snakkið það? Þú ert með chicken. Til hafa gammali Birta. Þú er ára 5 taka sko? Já. Ég er það best að gera. Það er dugliðustu sauma og stelpunar farnar að hlaupa. Ætla að hlaupa mikið? 10 kílómetra. Mætti í lúguna á Hlölla, kaupa mat fyrir Brynjar. Það er bílaþvottastöð hérna fyrir aftan Hlölla og það eru, ég er búin að telja núna 10 bíla í röð og ég sé ekki eins og allar röðuma. Getur einhver sagt mér getur einhver sagt mér akkur klukkan 8:30 á 50-dagskvöldi það eru svona 15 bílar að fara að þvo bílinn sinn. Það sé eitthvað tilboð í gangi, þetta sé svona öll kvöld, mér finnst það mjög áhugavert af því það er bara röð eins og sé eitthvað í gangi. Já, by the way, Ósk Hind kom surprise til Maríu, hún er búin að búa í hérna Danmörku síðan í ágúst. Hún er sérst ekki að flytja heim fyrir í janúar, þannig að hún átti bara alls ekkert að vera þarna og ég labba inn og ég skal setja vídeo. Hæ! Það var fyrir heiðu? Já. Æstelpur. Halló. Hvað fyrir? Hvað líkt? Hvað fyrir þið? Þessi gróta? Nei, ok. Já, ok. Mér er ógeðast óglatt. Oh my god. Hvist ekki eða? Nei, ég segist, við komum. Ég var ekki að fatta að hún sæti þarna. En það var svo gaman og hún kom líka, þannig að María fekk ennþá minni afmælisathygli af því að bæði Birta fekk afmælispakka og Ósk kom. Sharing is caring í Saumó, sharing the attention. En svo sátum við bara að spjalla í alveg langan tíma og það var bara gett kósí. Og nú er ég búin að kaupa hlöllabát fyrir kallinn og var að leiðinni heim. Ég væri svo til að fara í Pilates morgun. Pilates Club var að minnka, þú veist, þau voru að taka út tíma hjá sér, þannig að núna eru bara 8 tímar 2 í viku á sömu dög, ok, þetta makes ekkert sens. Það var sem sagt 8-20 tímar alla virka daga í laugum og núna eru bara 8-20 tímar á þriðjudögum og fimmtudögum sem eru sömu dagarnir og 8-30 tímar í Hafnarfirði. Það hefði meikað miklu meira sens að vera með 8-20 tíma á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og þá geta þau sem fíla þessa tímasetningu farið hina dagana í Hafnarfjörð. En það er bara ekki hægt að fara í 8 tíma lengur hjá Pilates Club á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og þetta er svo pirrandi. Tóku líka út
þú veist, það voru alltaf 2 hádegistímar, nú bara 1 hádegistími og það sko alltaf bara smekkfullt í þessa tíma. Þannig þú veist, ég hefði verið til að fara í 9:20 tíma morgun, en ég á skráplista og núna að því það ekki lengur 8:20, þá 9:20 bara pakkaður og bara langur biðlisti, að því morguntíma fólki vill fara í morguntíma og þetta eini tíma, þú veist, bara með 1 morguntíma núna. Já, allavega, þetta pirrar mig alveg mjög mikið að þið tókuð þessa tíma, að þetta voru alveg vinsæli tíma líka. Ég get ekki sagt að þetta var ekki vinsæli tímar. Þannig ég aldrei að fara að komast í 9:20 tíman út af það bara að fara að vera biðlisti og ég get ekki skráð mig á biðlistan einu sinni út af ég skróplista. Ég skal segja ykkur af hverju ég skróplista, vákaði léleg. Ég skal segja ykkur af hverju ég skróplista. Að því að ég var skráð sett í morguntíma á þriðjudaginn og miðvikudeginum eða eitthvað. Ég var búin að bóka bara 2 tíma fram í tíman og síðan ætlaði ég að hætta við þriðjudagstíman, en ég afbókaði mig óvart úr miðvikudagstímanum. Þú veist, ég ruglaðist á tímum, þannig ég afbókaði mig ekki úr þriðjudagstímanum og þannig ég fekk skróp í þeim tíma. Já, slökku ljósið, ég ætla ekki að vera rafmagnslaus á morgun. Ég að taka upp á síma minn by the way, þess vegna svona ógeðslega léleg birta og örugglega lélegt hljóð. En ég ætla að fara inn og heilsa upp á barnið mitt og já, ég vil okkur bara meira morgun. Klukkan 9 og Ólífer er sofandi. Ég ætla bara á æfingu. Dóra, þetta alltaf í gangi kl. 7 á morgnana í sjónvarpinu, þannig að hann fer alltaf að horfa á Dóru á morgnana. Það í bakgrunn og ég persónulega sé ekki það ég leiða börnum að horfa á sjónvarpið á morgnana, en svo fer það kannski bara líka eftir barnið, þú veist, sum börn verða bara ógeðslega erfið að því að horfa á mikið sjónvarp. Ég heppin og Ólífer verður það ekki, en sjaldgæf sjón að ég að fá mér actual morgumat, ekki bara kaffi og morgumat. Ég ætla að leggja stað eftir svona hálftíma á æfingu. Ég ætla að fá Brynjar til að fara með Ólífer í leikskólann, bara til að leyfa honum að borða nóg og bara taka því rólega, sjá hvort hann ælir nokkuð eftir. Ég ætla að taka smá booty æfingu og hlaupa eins og var á markmiðalistanum mínum. Ég búin að vera duglegri að hlaupa, en ég finn það mjög mikið núna að það erfiðara að fylgja markmiðunum mínum. Og málið með mig að ég tek þetta haust series þar sem að ég gerir reset vídeo, set með markmið og allt bara geggjað. Svo kemur veturinn og þá svona hætti ég að posta þessum reset myndböndum út af því það verður bara miklu erfiðar einhvern veginn að hafa allt fullkomið. Og ég finn alveg núna að reset-vloggin eru búin, það kemur ekki annað næstu mánuði. Líka markmiðið með þessum nokkur mánuðum í svona extreme rútínu, markmiða, allt þetta, ekki að halda því bara áfram restina af lífið mínu. Þetta meira bara svona, ég tek þetta bara svona hvað segir maður, ómeðvitað inn í lífið mitt. Þannig þú veist, þótt að ég sé ekki að skrifa þetta niður og fara yfir þetta í byrjun hvers mánaðar, þá samt ég búin að læra ógeðslega mikið af þessum mánuðum og bara gera þetta sjálfkrafa einhvern veginn. Ég mun alveg halda áfram að bara vera dugleg og vera með mína rútínu. Í staðinn fyrir reset series í byrjun næsta mánaðar, þá fáið þið vlogmas. Það ekki? Ok. Ég að lóma út í eitthvað núna. Vlogmas sem sagt fyrir svona þá sem að veit ekki beint, en þú veist, youtuberar hafa gert vlogmas þannig að það 1 vídeo á dag fram á jólum, fyrst þannig að 24 vídeo. Ég gerði það á seinasta ári bara þannig að ég væri bara gett dugleg að posta, ég bara gerði þess mikið og ég gat, það kom kannski 2 vídeo á viku eða einu sinni í viku eða bara hvernig sem það var, og ég pæli núna að reyna að gera 1 vídeo á dag fram á jólum. Það mun samt vídeón vera kannski styttri og einhvern veginn öðru sér. Ég er svona ennþá að pæla í þessu, en ef það áhugi fyrir vlogmas þá má ég endilega láta mig vita eða like þetta vídeo eða eitthvað eins, já. Kannski ger ég könnun á Instagram eða eitthvað. En annars Ásta systir flutt til Íslands, hún flutti fyrir
5 dögum. Ég ætla eitthvað að hitta hana seinni í dag og vera með henni helgina. Við ætlum að jólastúsast þessum helgina. Já, ég ætla bara að nota næstu 20-25 mínúturnar í að drekka kaffið mitt og hlæða mig frá æfingu. Sko, klukkan að verða korter í 11. Korter í 11. Ég ætlaði að vera mætt á æfingu korter yfir 10. Það var ógeðslega lengi einhvern veginn að koma mér út úr húsi og ég endaði á því að fara með Ólífer í leikskólan. Kom tilbaka og hendi annað kaffi og ætla bara að koffína mig geðveikt mikið í gang og taka bara hálftíma kardíóæfingu. Og ég hef sagt það áður, ef þú hefur ógeðslega lítinn tíma til þess að fara á æfingu, þá eru kardíóæfingar geggjar af því þú þarft bara 20-30 mínútur til þess að bara drepa þig í kardíó. Þú veist, ef ég fyrir út að hlaupa í 30 mínútur þá er það 5 kilometrar. Ég ætla bara að fara, ég veit ekki hvort ég ætla að hlaupa eða taka tröppur, en ég ætla allavega að brenna nokkrum kaloríum og fara svo í sturtu og bara, þá er ég bara ready for this day. Ok, það eru liðnir nokkri klukktímar síðan ég fór í gymið í seinustu klippu. Ég er núna fyrir utan Bónus, það er ekki eðlilega mikil eitthvað umferð í Hafnarfirðinum. Þannig að það sé bara allir að klára vinnu snemma í dag, sem er örugglega rétt að því það föstudagur. Ég ætla að kaupa bara nokkra hluti fyrir helgina. Ég á alltaf ég kaupa alltaf á föstudögum Ice Guys ís og snakk fyrir Ólífer af því við erum að reyna að kenna honum að bara já, helgar þá fær hann svona nammi en ekki á virkum dögum, þannig að þegar hann biður á virkum dögum þá segir við nei, þú færð í helgafríinu. Svo er sólinn svo ógeðslega lágt alltaf á lofti að maður er bara hræddur að það verði klast á mann út af því að bílarnir sjá mann ekki almennilega. Vá, þá horfði eitt gæi svo mikið á mig og bara, hvað ert þú að taka upp á símaðinn? Keypti svona eukalyptus plötu til þess að hafa á borðinu. Mjög flott. Kaup dagsins í búðinni. Keypti 2 kerti, þau kostuðu bara 600 krónur. Keypti 1 fyrir stofuna og 1 heima og það er svo góð lykt af þessu. Góðan daginn! Ólífer, segðu hæ! Hæ! Erum niður í bæ. Ég er bara fyrir utan Metta, svolítið freistandi að fara inn og skoða, en það er ekki tilgangur bæjarferðarinnar. Við erum semst að fara að hitta mömmu, Ástu og Atlas niður í bæ á Starbucks. Leðileg bílabirta, afsaka það. Planið í dag er að taka smá bæjaröld og hafa smá svona jólastemmingu. Við ætlum að fá okkur Christmas menu á Starbucks. Svo ætlum við að labba í bara skoða jólabúðinni og við ætlum að labba á jólamarkað Kólaportsins. Og heldur við ætlum eitthvað að skreita seinna í dag, þannig að við ætlum að hafa smá svona jólastemmingu í dag. Það var ógeðslega fallegt veður rétt áðan, en það er aðeins meira svona rigningarstemming núna finnst mér. Þú veist, það er ekki rigning, en það er svona gett blautt og svona smá grátt. Sem er ekkert spes, en það er samt alltaf læg. Hvað fekkst þú alltaf? Björn? Ólífer, hvað fekkst þú? Fekkst þú skvísu? Hvað fekkst þú þér? Ég fekk mér, ég veit ekki, ég sagði bara saman þú. Ég fekk mér ginger íslatte með cold foam og einhverja kökur. Glaður að Ólífer er hérna? Já. Ætlið þið að leika saman? Já. Eru þið bestu vinir? Já. Cheese. Good cheese. Hvernig er cheese, Ólífer? Coca cheese. Skál, mamma. Hvað ert þú með? Ég er með svo þúnum með heitt. Og svo kaupa svona segla af jólasveinunum. Þau kostuðu sko, ef maður myndi kaupa 13, þá kostuðu sko 9.000 og eitthvað í jólabúðinni, en það er örugglega bara út af þetta er túristabúð. Langt svo að finna, einhver veit hver ég get fengið henni. Þannig ég endilega láta maður vita. Mér finnst bara að vera umferð í Reykjavík, eða þú veist, Höfuðborgarsvæðinu,
sama hvaða dagur og hvað klukkan það er laugadagur, laugardagur og klukkan 2 og það umferð og það bara kom allt í einu bara geðveitt mikið rigning og geðveitt grátt og óspennandi veður og ég að keyra heim. Ásta mamma ætla að hitta okkur, bara held ég heima í okkur, fá okkur smá að borða, ætla að fara að segja jóladótið mitt til mömmu á eftir. Það alveg til ég að kíkja í IKEA en ég veit ekki hvort ég sé bara svona búin á því eftir þessa bæjarferð, kemur smá í ljós eftir. Ég leit á Oliver og hann var gett skrítinn í eitthvað, segi við hann, það alltaf í lagi ef þú vilt loka augunum og hann bara á sömu sekúndu lokaði augunum og hefur ekki opnað þau síðan þá, þannig hann að fara að taka powernap á leiðinni heim. Ein bilið. Þessi blóm svo flott þau springa út þessi. Þau varu sko huge. Þessi blóm hér og þessi blóm komin hana. Svo nice. Big breakfast eftir Pilates, klukkan 11:15 og ég ekki búin að borða neitt í dag. Avokado, súrdeigsbrauð með eggi. Ég búin að vera að skera eggin svona þannig að ég steiki upp á það megin. Þau samt svona juicy að innan. Bon appetito. Ok, allt í einu bara orðið ekkert eðlilega dögt snemma. Ég setti jólaseríu á svalirnar, smá drasla á þeim. Ekkert eðlilega cute, en það í rauninni eina jólaskreitingin sem ég búin að setja upp helgina. Systir mín lasin og við ætluðum að gera þetta smá svona stemmingu, skreita heimilið, baka. Þannig ég ákvað bara að bíða með Nei, við ætlum ekki að fara út á svalir. En við erum búin að eiga mjög chillaðan dag. Ég bakaði pönnukökur. Strákarnir eru búin að leika sér saman í allan dag, ekkert eðlilega glaðir að búa í sama landi. En ég ætla bara að enda þetta vlogg hér og hlakka til að sjá okkur í næsta myndbandi. Endilega setja like og subscribe ef ykkur fannst þetta skemmtilegt. Og já, takk fyrir að horfa.